Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við setjum fram niðurstöður sem við erum búin að safna saman. Nú skulum við gefa okkur að krakkarnir í 8. GE hafi verið spurt hvert var uppáhaldsliðir í ensku knattspyrnunni og hérna sjáum við svörin. Við ætlum að setja upp tíðnitöflu og súlurit. Ég ætla að byrja á að skrá hérna liðin, gerum þetta í þessum lit. Everton, það er Liverpool, það er Manchester City, það er Tottenham, Chelsea, Arsenal og Leeds. Og svo er Burnley þarna líka, setjum Burnley bara hérna efst. Svo bara byrja ég að telja. Hér kemur sem sagt dálkur næst þá sem heitir bara merking. Það sem ég merki inn, það er Everton, þá stróka ég yfir það. Liverpool, 1, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Manchester United. Já, ég var ekki búinn að setja þá inn. Við verðum eiginlega að setja þá bara inn hérna. Leeds var hér, Manchester United er hér, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Burnley, Liverpool, West Ham, ég var ekki með þá heldur. Eitt svoleiðis, Manchester City, Liverpool og Manchester United. Nú þarf ég að fara að skrá síðan tíðnina. Þá þarf ég að telja, það er 1 með Leeds, skulum við kannski til þess að greina það fór Liverpool. 1 hér, 2 hér, 2 hér, 2 hér, 5, 1, 1, 4 og 1. Og pínlítið út allt mér. Þetta er í raun tíðnitablan, það er að segja að telja hversu oft hver er. Ástæðan fyrir því að ég merkti við hérna hjá mér er svo ég sé ekki að tvítelja. Vandamáli hjá ykkur er að þið megið ekki króta svona í bækurnar ykkar. Þið megið kannski gera það létt með blýanti en þá verður það að passa og stróka það út aftur. En á prófi þá megið það alveg króta svona honni og það er í raun mjög gott að gera það þegar maður getur það. En þegar við ætlum að gera tíðnitöflu og súlurit þá þurfum við að passa að gera það svolítið snyrtilega. Við setjum uppáhaldslið hér og svo tíðni hér. Þetta er alltaf tíðni eða hve oft eða það sem við erum í raun að telja. Hérna er það sem við spurðum um. Og svo setjum við liðin bara í einhverju röð. Hérna er West Ham, Manchester United, Burnley, Everton, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal og Leeds. Og svo þarf ég að setja kvarða hér. Og það sem ég þarf að passa þegar ég set þennan kvarða er að öll bilin sé eins nálægt í að vera jöfn og ég get. Þið noti bara rúðurnar hérna. Ég hef enga rúðurnar, ég er að reyna svona sirka þetta út. Við þurfum að passa öll bilin sem jafn stór, líka fyrsta bilið. Síðan merki ég inn. West Ham var 1, Manchester United voru 4. Og þá fer ég með súlan upp þangað til hún nær upp í 4. Þið noti bara rúðurnar, þá er þetta miklu auðveldara. Burnley var 1, Everton var 1, Liverpool voru 5, Manchester City voru 2, Tottenham voru 2,
Chelsea voru 2, Arsenal 1 og Leeds 1. Núna erum við mjög fljót að sjá hvaða lið er vinsælast, hvaða lið eru minna vinsæl. Það er það sem svona línurit súlrit segir, eins og þetta segir okkur. Og ef þetta er snirtilega uppsett, þetta er ekkert rosalega snirtilega uppsett hjá mér, en svona þokkalega, ef ég hefði rúður væri þetta mun snirtilegra hjá mér. En þetta er það sem við gerum þegar við ætlum að setja upp tíðnitöflu og súlurit.